Öllum hjúkrunarfræðingum sem sinna símaráðgjöf á Læknavaktinni hefur verið sagt upp störfum. Heilsugæslan tekur við þjónustunni í haust. Fagstjóri hjúkrunar á Læknavaktinni segir breytingarnar vanhugsaðar. Rússar leggja mikla áherslu á að ná borginni Severodonetsk í austurhluta Úkraínu. Úkraínumenn hafa veitt mótspyrnu en óvíst hversu lengi hún varir. Lokahnykkurinn framundan í meirihlutaviðræðum í Reykjavík og búast má við að málefnasamningur flokkanna verði kynntur strax eftir helgi. Mörg hundruð íbúðir verða byggðar í grennd við Bessastaði næstu ár og framkvæmdir þegar hafnar. Íbúum á Álftanesi fjölgar á annað þúsund við uppbygginguna. Kappreiðar voru í dag og stórt tónleikar verða í kvöld til að fagna 70 ára valdaafmæli Elísabetar Englandsdrottningar. Við lítum inn í konunglega veislu í Reykjavík í fréttatímanum. Gott kvöld. Öllum hjúkrunarfræðingum á Læknavaktinni hefur verið sagt upp störfum. Þjónustan sem þar var veitt færist yfir til heilsugæslunnar í september. Læknavaktin sinnir símaráðgjöf allan sólarhringinn fyrir allt landið. Þar málum komið í réttan farveg og þörf fyrir frekari þjónustu metin. Nú á heilsugæslan að taka við þjónustunni og öllum hjúkrunarfræðingum Læknavaktarinnar var sagt upp mánaðarmótin 30 manns. Fagstjóri hjúkrunar segist ekki að fengi skýringar á breytingunum. Ekki nema bara þær að þetta þurfi alltaf að vera undir sama hatti, upplýsingagjöf og vegvísun í heilbrigðiskerfi og fagleg símaráðgjöf. Hún segir breytingarnar vanhugsaðar. Á heilsugæslunni fari öll símtöl fyrst í gegnum móttökuritara en 90% símtala sem Læknavaktinni berist krefjist þess að sá sem svarar sé heilbrigðismenntaður. Við erum á hverjum einasta degi og hverju einasta kvöldi við bæði að hlífa landsbyggðarlæknum við símtölum frá fólki sem við getum þá ráðlagt. Við erum líka komið í veg fyrir fullt að komum á bráðamóttöku í Fossvogi, bráðamóttöku barna og bara á Læknavaktina. Heldur þetta komið þá niður á heilbrigðisþjónustu við almenning? Já, ég held það sko. Ég eiginlega alveg viss um það. Ég hef náttúrulega mjög miklu áhyggjur af landsbyggðinni af því að þau hafa engan aðgang að neinni bráðamóttöku eða læknavakt, skilur við. En ég held að þetta muni bara bitna á okkur öllum sko. Það eru bara hlutir sem að ég tel að sé mikilvægir að byggja upp áður en við förum að færa til hluti sem að ganga bara vel. Heilbrigðisráðuneytið fól heilsugæslunni að taka yfir þjónustuna. Sú breyting hefur verið undirbúningi síðasta árið. Núna mikið álag fyrir á heilsugæslunum. Ráðið við auka álag sem fylgir þessu? Já, við ráðum vel við þetta. Eins og þetta í dag, þá fólk að hringja á marga staði og það betra að það sé eitt staður. Og það það sem verið að gera. Það verður alveg nákvæmlega sama. Þetta ekki nein breyting fyrir fólki í landinu. En þú telur þetta ekki vera afturför að skerða þjónustu við almenning? Nei, engan veginn. Með þessu færist fjármagn frá Læknavaktinni til heilsugæslunnar. Stöðugildum þar verið fjölgað og næturvöktum komið á. En ekkert skrítið að ráðast í svona skipulagsbreytingar í ljósi stöðunar í heilbrigðiskerfinu? Ég bara get ekki metið það. Þú veist, heilbrigðisráðuneytið ákveður að gera þetta og við bara tökum þessu verkefni sem við fengum fyrir ári og erum búin að vera að undirbúa. Rússar róa því öllum árum að ná borginni Severodonetsk í Luhansk héraði en úkraínski herinn veitir enn mikla mótspyrnu. Brottflutningur óbreyttra borgara frá austurhluta Úkraínu í fullum gangi. Stríðið í Úkraínu snýst núna borgina Severodonetsk. Ef Rússar ná henni á sitt vald eru þeir í raun komnir með völdin í öllu Luhansk héraði. Í gær réðu Rússar yfir 70% borgarinnar en í morgun sögðu Úkraínumenn að þeir hefðu náð aftur 20% með gagnsókn. Takmark Rússa nú sé að sprengja innviði, til dæmis brýr, til að gera vörn Úkraínumanna erfiðari. Так дійсно вони побоюються, що успіх наших захисників буде розвиватись, а це якраз можна зробити, якщо своєчасно давати БК, зброю і підкріплення резерви в плані людей. Це перше, чого вони бояться. Síðdegis greindu Rússar hins vegar frá því að úkraínskt herlið væri að hörfa frá borginni, þó ekki að öllu leyti. Unnið hörðum höndum að brottflutningi óbreyttra borgara frá borginni, enda margir heimilislausir eftir linnulausar árásir. Вчера разбила окончательно последняя квартира. Это мой отец энергетиков 324 жил. Девятиэтажка сгорела 3 или 4 дня назад.
А вчера попал снаряд прямо в окно, где у сестры. Я выезжаю, я получил шрапнель. Меня ранило, поэтому меня вывозят. У меня осколок вот тут где-то. Lestirnar eru mikið notaðar við brottflutninga fólks þar sem eldsneyti af skornum skammti. En Sergej og allir hinir eru í það minnsta komnir á öruggari stað. Всего доброго. Всего доброго вам. Flokkarnir sem eiga í meirihlutaviðræðum í Reykjavík stefna á að klára málefnasáttmála helgina og kynna hann fyrir fyrsta fund borgarstjórnar á þriðjudag. Oddviti Framsóknar segir viðræðurnar ganga vel og bjartsýnn á framhaldið. Lokahnykkurinn í meirihlutaviðræðum Samfylkingar, Framsóknar, Viðreisnar og Pírata framundan og útlit fyrir að ný borgarstjórn og hugsanlega nýr borgarstjóri verði kynnt í síðasta lagi á þriðjudag. Þó oddvitar flokkarna setji þann fyrirvara að viðræðurnar gætu tekið lengri tíma. Við erum búin að vera að tala saman núna í nokkuð marga daga sem var nauðsynlegt vegna þess að þetta eru 4 ólíkir flokkar með ólíkar stefnur í sömu málaflokkum. Þannig að núna erum við bara að tala okkur niður á sameiginlega sýn fyrir næstu 4 ár og þetta hefur bara gengið ágætlega. Hann segir að vissulega sé ágreiningur ýmis mál en vill ekki upplýsa hvaða mál það eru. Það allir svo spenntir yfir að vita það hvar við erum ósammála en engin fyrir því hvar við erum sammála. Hins vegar séu flokkarnir til dæmis sammála að breytinga sé þörf í húsnæðismálum. Fyrsti fundur borgarstjórnar verður klukkan 14 á þriðjudag en flokkarnir stefna á að ljúka viðræðum fyrir þann tíma. Já, við stefnum á það. Já. Aðeins hafi verið tæft á skiptingu embætta en einungis með óformlegum hætti. Hvort til greina komið að flokkarnir skipti embætti borgarstjóra með sér á kjörtímabilinu, segir Einar að það muni koma í ljós síðar. Ég ætla bara ekkert að úttala mig það. Og það eitthvað sem kemur til greina? Ég ætla bara ekkert að segja það. Við nálgumst þessar umræður þannig að við látum málefnin ráða og við höfum verið þar og við erum bara ekki komin á þennan stað. Dómsmálaráðherra telur umræðum brottvísanir útlendinga hafa verið á villigötum. Hann vonast til þess að útlendingafrumvarpið fari í gegn á Alþingi. Greint hefur verið hversu mörgum raunhæft að vísa úr landi eins og að sögn dómsmálaráðherra. Það eru rúmlega 70 manns, þar af ein fjölskylda með 3 börn sem fer til Makedóníu. Aðrir fari til annarra landa. Stærsti hluti hópsins eru karlar að sögn dómsmálaráðherra. Hópurinn sem hefur verið í umræðunni vegna brottvísana 270 manns. Sumir eru þegar farnir af landi brott og málefni annarra hljóta efnislega meðferð, þar sem fólkið hefur dvalið fram yfir ákveðin tíma á landinu. En það hafa engar breytingar verið gerðar og það nú kannski ástæða til að minnast á það hversu lítið innihald var fyrir öllum þeim gífuryrðum sem að hér hafa fallið þessi mál. Ég hef alltaf sagt það í þessar umræðu að við erum að vinna þetta nákvæmlega með sama hætti og unnið þau verið. Vegna COVID og mögulega annara aðstæðna þá hafa grípa inn ákvæði í lögum og reglum sem að veita ákveðnum hópum af þessu fólki þá stöðu að þeirra mál verða tekin upp og þau fá efnismeðferðum sín mál. Það ástæðan fyrir því að það fækkar svona. Dómsmálaráðherra vongóður að útlendingafrumvarpið sem liggur fyrir Alþingi fari í gegnum þingið. Hann hafi rætt við stjórnarandstöðuna að vinna að lausn og fá efnislegar athugasemdir ákveðna þætti frumvarpsins. Eins verður hugsanlega sett breytingartillaga inn í frumvarpið sem nái utan lagafrumvarp sem stjórnarandstaðan hafi lagt fram. Þannig að ég hef rétt fram sáttahönd og átt fundi með ákveðnum forsvarsmönnum úr stjórnarandstöðunni og þau eru að skoða þau mál núna. Ég vona að það verði tekið í þessu sáttahönd og við getum náð einhverju samstöðu það að klára þessi mál. Það mjög mikilvægt að koma á þessari skilvirkni gagnvart því fólki sem hingað leitar í þágu þeirra sem að raunverulega þurfa að venda að halda. Bæjarstjórar Bolungarvíkur og Fjarðabyggðar segja nauðsynlegt að endurskoða fyrirkomulag fiskeldissjóðs. Úthlutað var úr sjóðnum á dögunum. Þetta í annað sinn sem úthlutað úr fiskeldissjóði. Að þessu sinni voru 185 milljónir til skiptana. Fjármunir sjóðsins kom úr gjaldtöku í fiskeldi. Hann úthlutar síðan fjármunum til uppbyggingar innviða hjá sveitarfélögum þar sem fiskeldi í sjókvíum stundað. Sjóðurinn samkeppnissjóður og þurfa sveitarfélögin sem eiga tilkall í hann að sækja á grundvelli verkefna. Í ár fóru 8 af 9 styrkjum til sveitarfélaga á Vestfjörðum. Hæstu einstöku styrkina fengu Ísafjarðarbær og Bolungarvík, 33,4 milljónir hvort.
Í Bolungarvík fer styrkurinn í að reisa miðlunartank í vatnsveitu bæjarins, verkefni sem kostar 200 milljónir. Við sóttum 50 milljónir sem var hámarksstyrkur sem hægt var að sækja en fengum samt ekki nema 33 og vissulega er maður ánægður að fá styrk og 33 milljónir mikill peningur en við þurftum samt 50. Sveitarfélög bæði á Vestfjörðum og Austfjörðum hafa gagnrýnt fyrirkomulag sjóðsins. Það sé ógagnsætt og skapi núning milli sveitarfélaga. Fjarðabyggð sótti en fékk ekki úthlutað. Við teljum það bara eðlilegt að við þá sveitarfélögin, þar sem fiskeldi fer fram, geti lagt þá þar álögur sem er búið að ákveða á þá iðnaðinn og fái það beint til sín. Það er hinn rétta leið og það er eins og við viljum sjá tekjustofnum sveitarfélaga marka. Nú þurfi að endurskoða fyrirkomulagið. Því að þessi sjóður mun stækka gríðarlega á næstu árum og það er mjög mikilvægt að það sé sátt hvernig þessu peningum er úthlutað og það sé ákveðin stöðuleiki og fyrirsjáanleiki í því hvernig peningum sé úthlutað. 500 íbúðir bætast við á Álftanesi næstu ár. Uppbyggingin verður svo umfangsmesta frá því að Garðabær og Álftanes sameinuðust í eitt sveitarfélag fyrir tæpum áratug. Útsýnið frá Bessastöðum á eftir að breytast verulega næstu árin. Mikil uppbygging er fyrirhuguð og þeir verða ansi margir nágrannar forsetans. 350 íbúðir eru þegar á skipulagi fyrir parhúsabyggð í Kumlamýri og er jarðvinna þegar hafin. Lóðirnar voru seldar hæstbjóðendum á 20 milljónir króna hver. Og það verða hér samkvæmt skipulagi 40 íbúðareiningar fyrir parhúsabyggð, síðan hérna yfir í Breiðamýrinni að þar 250 íbúðir í fjölbýlishúsum, lágreistum fjölbýlishúsum, svona tæti 3 hæðir og síðan er líka í skipulagi hér raðhúsabyggð hér hjá Sviðholti og þannig að þetta er eitthvað 350 íbúðir sem eru við eigum nú í skipulagi og síðan eru svona 150 íbúðir til viðbótar í svona undirbúningi í deiliskipulagi. 1850 manns búa á Álftanesi af 18.000 íbúum Garðabæjar en þeim fjölgar 1200 á Álftanesinu þegar allri uppbyggingu sem fyrirhugð verður lokið. Vissulega höfum við verið í samráði við forsetaembættið og þeir hafa fengið að fylgjast með þessar uppbyggingu hér en það erum við að reyna að vanda til þannig að þessi ásýnd frá Bessastöðum verði snottur og við hæfi. Unnið er að svonefndum sjálfbærum ofanvatnslausnum við byggingarframkvæmdir í mýrunum í grennd við Bessastaði. Veita á inn á læk á svæðinu. Og hér náttúrulega safnast vatn fyrir að náttúrunnar hendi og við munum veita þessu vatni í svona rásum og yfirborði á milli húsana. Það verða opin svæði á milli húsana. Allar lóðir munum liggja að opnu svæði að einhverju leyti og þessi opnu svæði fingra sér svona inn í byggðina og á þessum opnum svæðum safnast á ofanvatni saman og verður safnað saman í læk sem við erum búin að móta hér í skipulagi þegar farin að taka á sig mynd og ég segi að við séum að endurheimta hérna fornu á Lambhúsa sem rann hér eftir mýrinni til forna. Ljúka á uppbyggingunni fyrir árið 2027. Og þá eitthvað fyrir royalista. Áfram mikið dýrðir í Bretlandi vegna 70 ára valdaafmælis Elísabetar Englandsdrottningar. Annan daginn í röð hefur hún sjálf ekki treyst sér til þess að taka þátt í hátíðahöldunum. Minjagripir að seljast upp. Í dag fóru fram kappreiðarnar í Epsom þar sem hestar konungsfjölskyldunar voru meðal þáttakenda. Anna prinsessa mætti þar í fjarveru drottningarinnar móður sinnar. Ein keppnin byrjaði þó illa þegar einn hesturinn ákvað að trufla þáttöku knapans við hliðina á sér. Þar var til þess að hestur knapans lagði af stað án hans. Hún var að vonum brugðið en slapp við heilarhristingu og gat tekið þátt í annarri keppni í þessum veðriðum. Konungsfjölskyldan hefur heimsótt önnur lönd Bretlands í dag, til dæmis fóru Vilhjálmur Bretaprins og Kate kona hans til Wales á meðan játvarður yngsti sonur Elísabetar heimsótti Norður Írland. En stemningin var í Lundúnum, þar sem alls konar minjagripir tengdir Elísabetu og konungsfjölskyldunni seldust vel. Most of our Platinum Jubilee stuff it's already gone. Things we ordered like in thousands, we only got a few left. The rest of them, everything is gone. And we are waiting for a new delivery. Og fólk kemur víða að. It's the experience for someone like me who loves all things British and monarchy. It's something not to be missed, experience of a lifetime. Ich hoffe, ein bisschen von der Queen Family zu sehen und wenn nicht, ist das überhaupt nicht schlimm,
weil die Stimmung ist hier total toll und diese Fahnen überall, die wehen, das würde bei uns in Deutschland überhaupt nicht so sein. Í kvöld verða svo stórtónleikar við Buckingham Höll sem verða sýndir á RÚV 2. Þar koma meðal annars fram Duran Duran, Nile Rodgers og Alicia Keys. Og tónleikarnir voru einmitt að hefjast núna rétt í þessu en menn halda upp á þennan áfanga víðar enn í Bretlandi og Ísland heldur engin undantekning. Hér í Bruggstofunni búið að vera partí allan dag síðan klukkan 2 þar sem búið að vera hæfileikakeppni og menn drekka te og borða kökur og ég veit ekki hvað og hvað. Og hér ein skipuleggjendanna, Deborah, þið eru búin að vera að í þennan tíma, eitthvað eftir? Já, það nóg eftir. Við byrjum í dag klukkan 2 og við erum að nóg eftir. Það bara smá pása hér inn í milli. Við erum að ná okkur bara smá að borða og það bingo eftir og það queen quiz, pub quiz á eftir í dag. Og svo eftir það bara njóta saman og bara skemmta okkur vel. Nóg greinilega eftir en hvað, af hverju þessi mikli áhugi á bresku konungsfjölskyldunni bara allan heim? Mér finnst það bara alveg bara vibe. Þú bara komið til England eða komið til London og þú finnir þetta strax. Það bara royal fjölskylduna bara kringum þig strax. Og þrátt fyrir ef þú bara fíla þeim eða ekki, það bara alls það. Þú getur ekki bara hægt að sjá þeim. Og mér finnst sjálf bara ótrúlega skemmtilegt. Ég elska Elizabeth sjálf og það bara eitthvað sem ég myndi aldrei sjá í lífinu aldrei aftur sko. Hefur eitthvað áhyggjur af heilsufarinu hjá henni? Nú hefur hún ekki getað tekið þátt núna síðustu 2 daga? Já, einmitt, fyrir nokkru dögum það kom í fréttinu að því hún var bara aðeins lasin. Ég var með smá áhyggjur henni en það var svo ótrúlega skemmtilegt að sjá henni á 5. dag í Trooping of the Colour. Þetta var bara svo gleði í hjartanu að sjá hana. Rétt að enda þetta á gleði í hjartanu hér í Bruggstofunni við Snorrabraut og með það kveðjum við héðan úr þessari drottningarlegu veislu. Já, kæra þakkir Hallgrímur og Deborah og það nú ekkert vitað hvort að þeir konungborni í Englandi séu með tattoo en Friðrik IX, Danakonungur, hann var með tattoo enda sjómaður mikill. En því segi ég þetta vegna þess að skipuleggjandi íslensku húðflúrráðstefnunar sem haldin í Gamla bíói í Reykjavík segir það ekki lengur tabú að vera með tattoo, jafnvel þó þau séu í andlitinu. Þetta bara listaverk sem menn að setja hérna á sig. Og listaverkin voru víða á ráðstefnunni í dag. Hún haldin í 15. sinn og húðflúrarar og áhuga fólk komu víða að. I heard that there was a convention out here, so I always wanted to get a tattoo outside of the States. I love to do American traditional tattooing and traditional Japanese tattooing, which I'm doing right now. Maður byrjar að setja á sig flúr, svo þegar maður komið mikið að þeim, þá einhvern veginn fer út í það að maður fer að hætta að sjá flúrinn og fer að sjá staðinn sem vantar flúr. Ég að fá mér svona rós á rifbeinin og bara, já, Katie hérna að flúra mig í 3. skipti og bara við vinnum þetta saman, þetta hennar hönnun. You know, Jonah here, she just likes beautiful things, so we're gonna make her something beautiful. Yeah. En það mögulega kannski áhætta eins og að setja nöfn í andlitið á sér. Varstu ekki hræddur við það? Nei, ég með nafnið á konunni minni Lindu mjög oftar heldur en ég get talið og ég alveg rólegur sko. Þá eru hefðirnar misjafnar, líkt og hjá Erik, sem húðflúrar einungis ber að ofan. A few of us tattooers from Texas, we were tattooing and we're like, man, it's kind of hot, so we just took our shirts off. So it became a regular thing and now I just carry the tradition on. Össur segist vissulega hafa fundið fyrir fordómum í gegnum tíðina en að það hafi breyst mikið á síðustu árum. Þetta orðið norm, þetta ekki lengur þetta tabú sem þetta var og þetta bara svona, þetta orðið lífsstíllinnar. Þá eru sumir bara rétt að byrja og stefnan sett á húðflúr allan líkama. Once I get enough money, you know, we'll get there when we get there, but yeah, that's the ultimate goal really. Rúmlega 6.000 manns gáðu sig til leiks í litahlaupinu sem var í Laugardal í Reykjavík í morgun eftir 2 ára COVID-hlé. Markmiðið með hlaupinu ekki að koma í mark á sem skemmstum tíma, heldur það litagleðin sem ræður ríkjum.
Þátttakendur hlaupa 5 kílómetra og eftir hvern kílómetra og við endamark eru litasprengjur. Tónlistarmaðurinn Herra Hnetusmjör sá upphitun fyrir hlaupið sem haldið var í 7. sinn. Eftir rúman hálftíma hefst bein útsending hér á RÚV frá sögum verðlaunahátíð barnanna í Hörpu. Kolbrún María Másdóttir og Gunnar Hrafn Kristjánsson, krakkafréttamenn, eru kynnar kvöldsins. Og hvað verður boðið upp á? Hæ, gaman að sjá ykkur. Við erum hérna komin í Silfurberg í Hörpu, þar sem við munum halda sögur verðlaunahátíð barnanna í 5. sinn. Og hvað verður boðið upp á? Góð spurning. Já, mjög góð spurning. Þar verður við erum með verðlauna afhendingarna náttúrulega, sjálfar. Síðan erum við með tónlistaratriði, við erum með alls konar, við erum með leikþátt. Já. Og ég? Já, ég ætla að vera hérna líka. Þú mátt ekki trufla þeirri beinni útsendingu. Það er nú þannig sem ég lít best út alveg í þráðbeinni. Já, þær fá líka að vera með Grýla og skjóða. En já, ég held að ég sé bara sammála Grýlu. Við sjáumst á eftir í beinni útsendingu á RÚV klukkan 19:55. Sjáumst! Kæra þakkir krakkar, við ætlum að líta á veðrið. Sigurður Jónsson veðurfræðingur spáir vestlægri átt 3 til 8 metrum á sekúndu og víða létt skýjað. En á morgun þyknar upp með rigningu sunnanvert landið, skýjað með köflum og þurrt norðan til. Hiti á bilinu 6 til 18 stig, hlýjast á Austurlandi. Sigurður segir okkur nánar frá veðri að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Ungir landsliðsmenn Íslands í knattspyrnu óska eftir stuðningi íslensku þjóðarinnar í landsleikjunum sem framundan eru í þjóðardeildinni. Ísland mætir Albaníu á Laugardalsvelli á mánudag. Erum að reyna að byggja eitthvað mjög gott og vonandi vill fólk vera með í þeirri vegferð. Erlingur Richardsson er hættur sem þjálfari hollenska karlalandsliðsins í handbolta. Hengil últrahlaupið fór fram í Hveragerði helgina. Opna franska, þjóðardeildin og margt fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Helstu fréttir kvöldsins. Öllum hjúkrunarfræðingum sem sinna símaráðgjöf á læknavaktinni hefur verið sagt upp. Heilsugæslan tekur við þjónustunni í haust. Fagstjóri hjúkrunar á læknavaktinni segir breytingarnar vanhugsaðar. Rússar leggja mikla áherslu á að ná borginni Severodonetsk í austurhluta Úkraínu. Úkraínumenn hafa veitt mótspyrnu en óvíst hve lengi hún varir. Lokahnykkurinn er framundan á meirihlutaviðræðum í Reykjavík og búast má við málefnasamningu flokkanna verði kynntur strax eftir helgi. Mörg hundruð íbúðir verða byggðar í grennd við Bessastaði næstu ár og eru framkvæmdir þegar hafnar. Íbúðum á Álftanesi fjölgar á annað 1000 við uppbygginguna. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Það er kannski ekki úr vegi að minna ykkur á tvennar beinar útsendingar hér á RÚV. Á RÚV 1 þá er það útsending frá sögum, verðlaunahátíð barnanna frá Hörpu og á RÚV 2 er frá stórtónleikum í Lundúnum vegna valdaafmælis Elísabetar Englandsdrottningar. Þessu er lokið, verið sæl.